Rannveig Oddsdóttir, þú nú þekkt hlaupakona en ekki fara oft á Laugaveginn eða hvað? Já, bara einu sinni áður, það var orðin 11 ár síðan. Þannig að það liggur við að sé fint, það er orðið svo gammalt. En hvað kemur til og ert að fara núna? Já, sko, við erum búið langa aftur eiginlega síðan ég fór fyrir 11 árum. Svo bara hefur það ímest ekki passað inn í prógrammið eða ég verið meidd eða eitthvað annað, eitthvað annað truflað skipulagið. Og ertu búin að undirbúa þig eitthvað sérstaklega fyrir þetta? Já, ég er búin að vera að hlaupa meira utanvega og ganga á fjöll og þannig æfingum. Þannig að ég held að sé ágætlega undirbúin. En hvernig svona, þú nefndir að þú verið í meiðslum, eitthvað sem að þú þarft að passa á í þessu? Það eru hásinarnar sem hafa verið að trufla mig, en það er einhvern veginn svona kemur og fer, þannig að ég hef verið góð núna síðustu vikurnar, svo kemur bara í ljós eftirhlaup. Ég segi stundum ég er eins og Emil í Kattholti, sko, ég veit aldrei fyrir en eftir á, sko, hvort að ég hef gert eitthvað af mér, að það kemur í ljós á, ég veit að, sjást ekki fyrir en á morgun, hvort að hásinarnar hafa þolað álagið. Ertu með eitthvað plan, markmið? Já, helst að vera aðeins fljótari síðast. Þannig ég er svona stílinn á 5:30 cirka. Þannig ef að þú ert þar þá ertu náttúrulega að keppa fyrstu sætin, er það ekki? Þannig að þetta er greinilega svona keppnishugur í þér? Það er svona, það er ekki svona stefnan að taka, vera á topp 3 helst. En útbúnaðurinn, hvernig svona hugsaðu það? Já. Drykkjaráætlun og næring? Já, ég er með vatn og gel með mér og svo reyni ég að nýta drykkjarstöðarna svona eins og hægt er. En ég er svona, ég er nú frekar létt á fóðrum á hlaupum, þannig ég hef ekki mjög mikið með mér. Þannig að þú ert alveg keik í þetta? Já, það maður ekki að vera það. Takk fyrir og gangið vel.